Komið sæl, Stefán Guðjónsson heiti ég og vínþjónn á Argentínu steikhúsi. Í þessi þáttum, vínsmakkarinn, ætla ég að kynna fyrir ykkur allt vín. Til dæmis hvernig vínsmakkun fer fram og hvaða vín hendar með hvaða mat. Við kíkjum á íslenska bjórframleiðslu, berum saman mismunandi viskíárganga og fáum erlenda vínframleiðendur í spjall, svo eitthvað sé nefnt. Sem sagt, allt mögulegt vínmenningu á Íslandi. Þættirnir verður sýndir á INN og á heimasíðu minni smakkarum.is. Skál! Verið velkomin í fjórða þátt af Vínsmakkaranum. Í þessum þætti ætlum við að fjalla viskí, kíkjum á sjávargrillið, förum inn á vínsýningu hjá Mecca Wines & Spirits og fáum ýmsan fróðleik tengdum vínum. Við erum staddir hér á Hotel Nordica á mat- og vínsýning íslenska, ameríska og Mecca Wines. Og við ætlum að leyfa ykkur að fylgjast með. Gerist vel og njóta lífsins. Sævar heiti ég og að kynna hérna fyrir Mecca. Við erum með alls konar vín hérna, en ég hef núna leggja áhersluna á Tomasi til dæmis og Mezza Corona. Við erum náttúrulega með heila línu hérna fyrir aftan mig eins og sjáum það mikið sem við getum valið úr. En það sem ég er að kynna núna er til þess Merlot frá Tomasi í uppruni. Þetta er vín sem hefur mjög mikið af áherslatónum í sér, það er litið svona sultaði tónar, langt eftirbragð og frábært steikavín. Hérna erum við að laga Irish Coffee úr BKE kaffi og Jameson whisky og við notum Aeropress til þess. Ég er búinn að setja whisky og sykur í könnuna undir pressunni. Svo nú þegar ég pressa kaffið yfir byrjar sykurinn strax að bráðna og blandar saman vel við whiskyið. Það sem við gerum svo til þess að toppa drykkina af er að hella yfir létt hristum rjóma og pössum að hafa hann ekki of stífan. Þannig ætti að vera hægt að drekka kokteilinn alla leið niður á botn í gegnum rjóman smátt og smátt. Hérna erum við með Pilsner Urquell, fyrsti ljósi bjórinn sem búum við til í heiminum. Afskaplega svona bragðmikill og góður ljósbjór. Og síðan erum við hérna með Fernet Branca, sem er ítalskur svona kryddlíkjör, frekar sterkur og svona framandi en mjög góður. Við erum að kynna hérna Malibu og Sunlowly, ananas og Bacardi og Hindberja Sunlowly saman. Jæja Sævar, núna ætlum við að fjalla aðeins viskí. Þú ætla að útskýra til dæmis munur milli venjulega viskí, 12 ára og single malt. Ef við ekki bara byrja með Ballantine's Finest, kannski aðeins segja mig frá því hvernig viskí þetta er og hvernig þetta er búið til. Jú, það er ekkert mál. Þetta er sem sagt, Ballantine's Finest er náttúrulega bara grunnurinn hjá Ballantine's. Þetta er þeirra sem sagt yngsta viskí, en þetta er samt sem áður aðeins eldra heldur en leyfilegt er. Þetta leyfilegt blandað viskí er 3 ára. Það er svona yngsta viskí sem má kalla blended viskí. Það er 3 ára gamalt. Og núna erum við með Ballantine's Finest og það er 7 ára.
7 ára. Já, 7 ára meðtalið þá. Nei, 7 ára yngsta. Ok. Hann blandan í þessu er dálítið gömul. Og þetta er viski sem er þannig séð aðeins herra þá í kategóríu í verði, bæði í verði og gæði náttúrulega heldur en kannski ódýrari viskin sem eru kannski yngri. En Ballantynes vill líka vera bara með meiri kannski gæðastatus eða gæðastuðul heldur en nokkuð tímann heldur en vera með ódýrara. Þannig að þetta er dálítið svona merkið það, menn Ballantynes blandan er búin að vera eiginlega hálf óbreytt bara síðan þeir byrjuðu að gera Ballantynes Finest. Hvernig á maður að drekka viski? Til dæmis að sömur sem vil meina að það má ekki svo klaka eða vatn. Hvað er alveg ekki? Sko, má og ekki má, það fólk ræði náttúrulega ef það er búið að kaupa flöskuna og allt það. En það sem við erum að tala þegar við erum að drekka viski, að þessi klassísku viskiglös náttúrulega eru kannski það sem við þekkjum best. En ef maður ætlar að fá sem mest út úr viskin og ilminn og þess að þá er gott að nota ákveðin glös sem að svona gefa meira ilminn af sjálfu viskin í staðan fyrir áfengisilminn eða spírailminn. Eins og þessi glös hér? Já, þessi glös eru þannig gera þau eru svona öllítið svona eins og svona flauta þannig séð, þau koma dálítið svona mjó upp og það gera verkum að áfengi næri ekkert að verða að svo miklu í glasinu. Þá finnum við meiri ilm af sjálfu viskínu, það sem eikin gefur, það sem blómlega tóna kannski. Já, ok. En hefur við sett smá vatni þetta eða? Já, þá var þetta að setja smá dropa af vatni og við kannski finna lyktina fyrst af viskínu og blöndu og svo af viskínu með smá vatni út í. Ok, ef við prófa? Já. Þessi klassíski viski litur, það kemur náttúrulega frá eikartununum og Ballantynes Finest er aðalega sett á bandarískar bourbon ámur. Þetta eru tunnur sem eru fyrst notaðar undir bourbon viskið í Bandaríkjunum en það þurfa þeir alltaf að nota nýja tunnu undir hverja einustu bourbon. Okay. Og þá græða þeir í viskiframleiðendunum á því að þeir geta keypt tunnar sem gefur ákveðin karakter í vínið án þess að stela frá sjálfu skoska viskinu. Okay. Þannig að Ballantynes er bæði bara mjög blómlegur og sítrustónaður. Fyrir eitthvað léttur ilmur. Svíður í nefið. Svíður í nefið, en maður fer aðeins og neðarlega. Já. Það er svona gott að vera aðeins rétt fyrir ofan, þá finnum maður með öllitlega karamelli sem kemur náttúrulega frá eikinni og frá það sem bourbon er búið að gefa inn í eikin og kemur tilbaka í viskið. Og nú getur við tekið smá svona sopa og getur fundið hvernig bragðið verður fyrsta bragðið. Núna er bragðleikurinn alveg þeir herpa saman út af því þeir búist ekki við viski svona snemma á morgnana. Þá erum við að tala það kannski að viski þarf fyrsta sopa til að venja tunguna og svo næsta sopa til þess að aðeins að kynnast viskinu betur. En nú er gott til þess að taka, við getum tekið smá vatn, sett smá vatnsdropa út í og það með leys og læðingi líka ilminn af viskinu jafnt sem það munir aðeins svona mýkja bragðið. Okay. Það er sem við finnum núna þegar við hristum það saman að ilminu breytist öllítið meira, að vera öllítið meira sítrus. Og verður bara miklu mildara. Mjög mildara fyrir vikið. Já, svo getur maður með þess að þynta meira. Maður getur þynta þetta alveg helming frá 40% niður í 20%. En það er einmitt það sem blandar að gera oft, þeir blanda niður í 20%. Til þess að hafa réttu hugmyndina. Já, þetta er flott, þetta er mjög gott, góð viski. Ok, núna erum við búin að tala venjulega viski. Já. Sem má vera lágmark 30 ára. 30 ára gamall. En svo erum við að tala blandaða viski, eins og þetta, hérna er Chivas Regal, það stendur 12 ára. Hvað er munurinn milli 12 ára og 7 ára? Sko munurinn náttúrulega er það að þegar nefni Ballantynes Finest, þeirra regla er að hafa 7 ára gamalt. Það voru 7 ára svona yngst, en þeir eru ekki kannski með neitt mikið eldri en upp í 9, 10, 11, 12 ára. Þeir hafa bara 7 ára yngst, en Chivas Regal er 12 ára, þá stendur það 12 ára minnst. Okay. Það má ekki vera yngri en 12 ára í flöskunni, þannig að þeir eru með 12 ára og þaðan af upp úr í blöndunni. Já. Hérna er ekki eins léttur, ekki eins sítrustónar eins og Ballantynes. Öllítið dimmari og dekkri og öllítið súkkulaðkenndari. Súkkulaði og eiginlega karamelli líka. Karamelli, já.
Mjög góð Sé lykt. virkilega Smakka, Jú. pínusmak. Þetta er mýgra viski. Það er mýkra, það er aldurinn sem segir til um það og maður finnur svona eftir á öllítið þessa maltviski tóna, það er svona öllítið ekki beint reykt en það kemur þessi séreinkenni maltviskís. Frá eikunni. Já, sjáum hvað smá vatn gefur viskínu. Já, Opnast örlítið, Já. það er hægt að opna það meira með það bætir alltaf meira í. já. Rosalega mjúkt. Já, rosalega mjúkt og mikið meira brauði núna. Eftir að við erum búin að bæta öllitlu vatni, þá leysum við aðeins meira úr læðningi brauðin sem eru föst undan út af alkohólinu. Blómakent. Mjög blómlegt, já. Eins og það var nú súkkulaði og karamellikent í nefi, kemur það mjög fínlega út. En það góða við þetta er það að þeir nota hérna óbúslega góða tekník, góða blöndun í sífasum. Þess vegna gera nefnir svona hennar karakter öðruvíseldur eins og Ballantines. Ok. Núna erum við búin að fjalla Ballantines og Chivas er satt venjulega 12 ára. Það kemur að því að single malt whisky, kannski, aðeins útskýrðu fyrir mig, hvað er single malt whisky í raun að vera? Já, single malt þá er það gert bara úr einni tegund svona, kots, það er bara það er barley, það er maltað barley, þetta er kort sem að ná, eins og ég nefndi hérna, eru látin í gegnum þetta ferðlega sem að þau, halda þessi sumar og fara að springa út og eru stoppuð áður og svo er þetta látið í gegnum ákveðið gerjunarferli og svo er það eimað. En það sem single malt gerir það svo sérstakt er það að þeir fara í gegnum eimunarferli og þeir nota bara miðjuna úr eimingunni þegar rétta hitastiginu náð og rétta kraftinum í blöndunni náð, setja það yfir á tunnur, hitt fer svo aftur í gegnum eimingu aftur með næstu blöndun, þannig að þeir reyna að eima allt, þannig að það sé eins hreint og mögulegt er, þannig að við byrjum á endanum á eimingunni þá er hitastigið of lágt og of hátt, þannig að þeir vilja alltaf hafa það akkurat og þá fer það beint á tunnur og þá er það ekki blandað með neinu öðru, bara verður á tunnu þangað til það er orðið nóg gamalt og Glenlivet hérna, 12 ára, það þýðir það að það er 12 ára minnst. Okay. Þannig að þetta er viski sem er búið að vera 12 ár í eikatunnu og ofta tíðum lengur út af því að þeir blanda náttúrulega ýmislegt annað í af árgöngum en alltaf sama Glenlivet. Ég er mjög hrifinn af Glenlivet sjálfum því að hann er mjög hreinn og beinn og er ekkert flókinn. Virkilega mjúkur en gefur samt leið þessi sérkenni sem að single malt whiskyin hafa. Öllítið út í hérna svona vindla hérna Havana vindla svona íkveikta og hýpa eða Róma í Júlietta eða meira Róma í Júlietta finnst mér. Þú kannski verið þetta. Já, fyrir ekki, já. En svo er líka svona setursviðin, það er kannski svona viðurinn sem að kemur kveikinn hans í. En það er mjög blómlegt og svona rjómakent. Mjög rjómakent. Svo finnum við munni að kröftugri bragð, kröftugri bragð því að nú erum við ekki með neitt blandað af öðrum svæðum til þess að mýkja og þá erum við hérna með frekar svona, kröftugri bragð, samt mjúkt. Þannig að það er bara aðalatrið það að áfengið er aðeins kröftugri í munni heldur en í hinu víninu og ef við tökum smá vatn þá náum við alveg að mýkja þetta töluvert því að það er ekki nema nokkra dropa af vatni þegar maður er að smakka viskín, það þarf ekki alltaf að hafa þetta svona alltaf blandað. En bara til þess að sjá hvað viskið hefur upp á bjóða þá er svo gott að finna það eins. Nú kemur reykurinn öllítið meira fram. Þetta er náttúrulega þeir nota mestmegnis heitt loft til að þurrka byggið sitt. Þannig að þeir nota ekki mikið að finna mór eða neina öðru til þess að renna þurrka sem gefur reykinn.
það verður aðeins mýkra, örlítið svona Ekki eins kremara. gróft, sko? Nei, ekki eins gróft. Mikið og langt eftirbragð, lengra heldur en í blönduviskinum, þetta svona heldur lengur kraftinum. Finnir þetta aðeins, stingur aðeins fremst á tungunni og... Mjög góð krydd í því, sko? Já. Þannig að þetta eitt af mínum uppáhalds svona 12 ára viskíum. Þegar maður á að velja eitthvað venjulegt og gott til þess að hafa sem svona grunninn, þá finnst mér Glenlivet 12 ára æðislegu til að byrja á allavega. Þetta var bara virkilega frólegt og mjög gaman. Það var virkilega gaman að standa hérna holt og holt með þessi fína viskískáp fyrir aftur mér og læra viskí. Þakka það fyrir. Takk sem leiðis. Þegar við talum vín sem hafa sér einkenni, þá erum við að tala hvernig vín bragðist. Til dæmis Chardonnay með ananas, perur, banani, sítrónu og hunangsbragð. Pinot Gris, sem einnig þekktur sem Pinot Grigio á Ítalíu, í Bandaríkjunum og Suður-Ameríku, hefur mandarínubörkur, aprikósusultu og hunangseinkenni. Ég staddur á Sjávargrillinu ásamt Gústaf Axel, einn af eigendur Sjávargrillinu og matreiðsmaður ársins 2010 og Þorgeir Ellertsson, veitingastjóri. Velkomin svo langar. Takk. Ég ætla að byrja með þér, Gústaf, aðeins útskýra fyrir mig Sjávargrill. Hvað Sjávargrill? Hvað koncept bak við það? Já, þetta svona koncept matagerðarlega séð. Þá erum við að nota íslenskt hráefni mjög mikið og reynum að fylgja svona ástíðunum eins og við getum að mestu leyti og stílum svolítið matseðilinn inn á ástíðir hverju sinni á sumrin sumarmatseðill og svo haustinn tekur nýr matseðill við og við skiptum svolítið ört og reynum að nota allt svona sem næst okkur, nota það ferskasta sem í boði. En sem Þorgeir, hvað með vínseli? Hvernig vínseli ertu með þarna? Við reynum að vera flest lönd bara í heiminum og erum með þó nokkuð mikið vínum, sérstaklega frá gamla heiminum. Síðan nýja heiminum líka nokkuð sterkur inn þannig. Og við reynum að ná að uppfylla svona helstu óskir flest allra þó að það sé aldrei hægt að kofvera allt sem allir vilja. Nákvæmlega. Breytir vínseli oft eða? Við erum að breyta núna í annað skipti. Já, og svona aðeins að uppfæra okkur og bæði vegna þess að byrgjar skipta vín hvað þeir eiga og árgerðir breytast og eins bara koma ný og skemmtileg vín. Við erum alltaf tilbúin að smella inn nýjum vínum þegar þau koma. Þú veist, matreiðsmaður ársins 2010, hvernig keppni það? Það fyrirkomulagið henni þannig að það haldin forkeppni þar sem allir útskrifaðir matsölumenn geta tekið þátt og svo eru 5 sem komast áfram í aðalkeppnina og það líða allavega síðustu ár hafa liðið bara 2-3 dagar á milli þannig að þetta svolítið svona keisla maður þarf alveg að vera á tannum Alveg tilbúin. Já, svo eru 5 sem keppa þetta er rosalega sterk keppni. Það ekki sæt tilfinning að vinna þetta? Jú, hún er mjög fín mjög fín En herru, það er bara spurning, við erum að tala að smakka eitt forrétt hjá þér, eitthvað sem fyrst úr matreiðsmaður ársins, ég vil endilega smakka það. Já, við erum að gera það. Hérna erum við með gullkarfa, vorum fram með leturhumur ofan á, síðan erum við með Jerúsalem ætihþyrstla og ætihþyrstla mauk hérna undir, hægaldaðan blaðlauk og brendan blaðlauk hérna yfir, humar hollandis froðu, dill majónes og dill. Þorgeir, þú valdi vínið með matinn. Já. Getur aðeins sagt mér eitthvað frá þetta? Hérna erum við með Glenallen Chardonnay frá Kaliforníu. Þetta er svona ávaxtaríkt vín með bragð af perum og rauðum eplum. Svolítið svona smjörkennt. Og já, við ekki bara prófa það. Það lýst mér vel á. Góð lýsing hjá þér. Já, nákvæmlega eins og þú tala þetta er rosalega smjörkennt, mikið af eplum, perum í þessu, þægilegt vín og eftir smell passa með svona letihumar og karfa. Herru, ég ekki bara prófa þetta, ég er bara
Hlakka til, ja. Hvítvín sem þú valdi, Þorgeir, með þessi rétt, hún passar svo vel vegna þess að þetta nógu þykk fyrir smjörið og bragðið í letihumar. En samsvarandi það ekki of sýriríkt og þá getur tekið svona lettan karfi eins og þetta sem mjög lett steik og það ekkert að yfirgnæfa karfan. Nákvæmlega. Það og samsetning með eins og þetta, þú hefur smá purrulauk líka, purrulaukinn, hvítvín, það svo góð milliveg, það hvoru af þeim bæði mjög bragðmikið en hvoru af þeim að keyra yfir hinn. Nákvæmlega. Maturinn fær alveg að njóta sín. Já, maturinn fær að njóta sín og vínið fær að lyfta þetta aðeins upp í staðan fyrir að draga þetta niður. Hérna erum við með léttreyktan lambahrygg, borin fram með rauðrófu spagetti og rauðrófum, grillkartöflu og kartöflumús. Síðan erum við með estragonolíu og estragon majónis, frostþurrkaðar rauðrófur hérna yfir. Þorgeir, ég sé að þú valdi Casolero del Diablo fyrir okkar. Já. Þetta aðeins útskýra þetta fyrir okkar. Herri, hérna erum við með svona frekar þungt rauðvín frá Chile. Þetta bragðið þarna sem sagt plómum og þarna vanilu, dökkt súkkulaði. Alveg svona góður pipar í endan. Þetta svona alveg massíft vín og passar rosalega vel með lambinu. Já, flott Rétt séu þau með lyktina, rosalega mikið af plóma og pípar í lyktin. Massív vín, mjög massív, mikið vanilu, mikið svart pípar. Finnir líka þessi dökka súkkulaði og plóma í bakgrunn, mjög skemmtilegt. En ef við ekki bara smakka matinn? Já, sekunda fyrir saman. Já, nákvæmlega. Gott svona jólareykjabragð í honum. Alveg. Það líka að fara að styttast í jólin. Það komið jól. Það komið jól. Og hérna sérlistur okkar. Við erum með massív vín. Mjög vel kryddað. En það sem við erum að fara mjög varlega með, vegna þess kjötið reykt, að það verður að vera smá tannín líka í vínin. Það má ekki vera óávöxturíkt. Og hérna smelt passar. Það góð krydd í því. Svo það fellur vel saman með reyktakjötið. En aftur á móti stendur alveg upp við berneis sem yfirleitt mjög þungt sósu. Já, nákvæmlega. Svo þarna voru bara vel valin hjá Þorgeir og frábært matur hjá Gústaf. Það fer ekki mikið mála en sem maður segir, þú veist hvað þú ert að gera. Takk fyrir það. Glæsilega. Það algjör töframaður í eldhúsinu. Ég ætla bara að segja takk fyrir miðstrákar og verið ykkur góður. Takk fyrir. Verið ykkur. Skál. Þetta helst allt saman í hendur. Salur og eldhús. Nákvæmlega. Ég þakka fyrir mig að sinni og sjáumst í næstu viku. Skál! Komið sæl, Stefán Guðmundsson heiti ég og vínþjónn á Argentínu steikhúsi. Í þessi þáttum, Vínsmakkarinn, ætla ég að kynna fyrir ykkur allt vín. Til dæmis hvernig vínsmakkun fer fram og hvaða vín hendar með hvaða mat. Við kíkjum á íslenska bjórframleiðslu, berum saman mismunandi viskíárganga og fáum erlenda vínframleiðendur í spjall. Sem sagt, allt mögulegt vínmenningu á Íslandi.